höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða aðeins íslenska ferðaþjónustu og reyna hreinlega að spyrja hvort að bólan sé sprungin. Þið voru hjá Íslandsbanka að gera greiningu á íslenskri ferðaþjónustu og í fyrsta skipti sem þið gerir þessa skýrslu fyrir ferðaþjónustu. Hvers vegna ákváðuð þið að vinda ykkur í það núna? Ferðaþjónustan afskaplega stór sektor orðin hjá okkur, bæði í fjölda viðskiptavina og hlutfalla lánasafni. Og einn af svona hornsteinum í því, við höfum verið með fókus á til að mynda sjávarútveg, orku og aðra þætti og þótti tími til komin að fara að taka ferðaþjónustuna út. Hún hefur vaxið náttúrulega gríðarlega undanfarin ár og ákveðum að leggja smá meiri áherslu á þetta núna. Og hvernig hefur hún hlutfallslega vaxið þegar þið farið yfir það svona síðust ár svona í samanburði til dæmis við aðrar greinar? Hún hefur vaxið á flesta nær alla mælikvarða og ef maður ber það saman við það sem svona hefðbundið sem hlutfallslega gjaldeyristekjum hjá okkur þá þetta áætlaði ári kringum 29% og hefur vaxið mikið og reiknað með þetta skili 342 milljörðum inn í hagkerfi í formi gjaldeyristekna á þessu ári. Það nú ekki langt síðan, eða kannski, maður þarf að fara kannski svona 20 ára aftur í tímann til þess að finna tíma þegar sjávarútvegurinn var með 60% og ferðaþjónustan var nánast óþekkt stærð í okkar gjaldeyrisöflun. Þannig að þetta hefur breytt mikið svona því og gert það að verkum í leiðinni að fjölbreytileikinn í gjaldeyrisöflunni hefur aukist. Það svo sem ekki bara ferðaþjónustan sem hefur vaxið heldur hefur annar útflutningur til að mynda á áli og iðnaðarvöru og annað hefur vaxið líka. Þannig að fjölbreytileiki í útflutningi hefur aukist og ferðaþjónustan stór hluti af því. Ferðaþjónustan hluti í því að redda okkur eftir kreppu? Já, við viljum meina það. Þetta þriðjungur hagvaxtarins sem þetta skýrir frá því að hagkerfið byrjaði að taka við sér 2010. Og þetta 71% af aukningu gjaldeyristekna á þessu tímabili. Og þriðjungur hagvaxtarins nú ekkert lítið þegar maður reiknaði hvað það hefur skilað til þess að ná niður þessum slaka í hagkerfinu sem myndaðist hérna eftir hrunið. En það hlýtur að vera svolítið flókið að meta nákvæmlega ávöxtinn af ferðaþjónustunni. Það er að segja að hvað nákvæmlega verið að horfa á ferðir, mat og annað. Það hlýtur að vera tiltölulega flókið að greina það ólíkt kannski öðrum greinum eða hvað? Jú, það bæði kostur og galli við þessa grein Hvað hún svona fjölþætt, hún snertir mjög margar greinar í hagkerfinu. Við erum með bílalegur, hótelflug, veitingastaði og svo framvegis og þetta snertir mjög marga. En leiðinni þá þetta svona svolítið erfitt að elta þetta í hagtölum finna út nákvæmlega hvað hlutur ferðamanna og hvað hlutur annarra í einstaka tölum. En það svona hægt að áætla og það sem við gerum varðandi hlutin í hagvexti þá tökum bara gjaldeyristekjurnar sem svona liggja fyrir nokkuð vel og það þá bara erlendir ferðamenn. Við erum að skilja út undan það sem innlendir ferðamenn hafa skilað inn. Þannig að þetta vanmat frekar en hitt. Og reiknum það síðan bara niður á fastvel og hvernig það svona tæknileg útfærsla á því kannski býður betri tíma en það reiknum okkur niður svona cirka 1/3 af hagvexti. Og þegar við hugsaum síðan framhaldið í íslenskri ferðaþjónustu, það ýmislegt sem rætt þarna, bæði að það sé halli ansi á landsbyggðina, að stærsti hluti straumsins og þar af leiðandi teknanna sé að fara á suðvesturhornið og jafnvel einhverju sem vilja meina að bóla sé sprungið þar og spurning hversu mikið mörgum ferðamenn við getum tekið á móti að þeir séu náttúrulega hvað 3 sinnum fleiri jafnvel heldur en að íbúatala landsins og að hvort að við séum að ganga of langt þar og síðan náttúrulega velta fyrir sig hvaða ferðamenn við viljum fá, hvort það sé einfaldlega hægt að telja hausana eða viljum við fá einhverja tegund af ferðamennum sem eyða sem mestu eða hver nákvæmlega okkar sýn á þetta og sem gæti nú hugsanlega þurft að vera bæði hið opinbera og svo sameining ferðaþjónustunnar í einhverja ákvarðanatöku. En þetta til dæmis ef við byrjum á landsbyggðinni, þið hljótið að sjá það í einhverju greiningu að mestu tekjurnar og ferðamannastraumurinn á suðvesturhorninu? Já, til að mynda við tökum hótelin út sérstaklega í þessu og þar sjáum við sláandi mun á hótelnýtingu annars vegar á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar á landsbyggðinni. Maður sér líka árstíðasveiflunum mun meira á landsbyggðinni heldur en á höfuðborgarsvæðinu og það einhvern veginn það í hótelum þá hefur nýtingarhlutfallið fæst upp og það bara fæst upp á öllum árstíðum
Þannig að þau eru full nýtt nánast saman hvort það sé að vetri eða sumri. Sem allt önnur staða heldur hún finnur þegar hún kemur út á land. Og í sjálfu sér náttúrulega ánægju efni að menn sé að nýta vel þá fjárfestingu sem við farum út í á höfuðborgarsvæðinu. En sjálfsagt markmið að lyfta líka öxlunum þegar það kemur út á landsbyggðinni því þar verulega mikið að vannýttir í fjárfestingu. Og bara til þess að auka þá verðmætasköpun sem að þessi grein skilar inn í íslenskt efnahagslíf og þá ætti það að vera sérstakt umhugsunarefni og áherslu atriði lítið fram að lyfta þessum öxlum út á landi. En þetta bóla sem sprungin og þá kannski bara í höfuðborginni? Nei, alls ekki sko. Ég held að eins og þegar maður horfir í tölunar fjölgun ferðamanna og nú er að spá 23% vexti á þessu ári eftir svipaðan vöxt á síðastliðnu ári og sko í hausumtali það náttúrulega sko fjölgun á milli ára þegar maður ber saman fjölgunina að þá virðist ekki verið nein merki sko að bóla sér sprungin á þann mælkar, það er frekar bara það er að vera að blása í og sumir getur haft áhyggjur af því og auðvitað þetta orðið nokkuð hátt hlutfall á milli sem hún nefnir fjölda ferðamanna og íbúa í landinu sem að maður finnur ekki nema kannski einhvern smáríkjum. Það ekki einu sinni svo Spánn og Portúgal og þessi lönd sem við þekkjum sem mikla ferðamannastaði, þau ekki með nándanari þetta hátt hlutfall. Og hvað getum við lært af svona greiningaskýrslu? Hvernig hægt að nýta hana og hvernig hægt að horfa til framtíðar með þessar upplýsingar? Það kannski fyrst og fremst sko svona upp á fjárfestingar og uppbyggingu í greininni sem við erum að reyna svona að leggja línur og aftur ef við til dæmis komum að hóteluppbyggingunni að þá rennur hann vissulega stoðum undir þá fjárfestingar áformin sem eru framundan í því. Þess að við tökum bara þessa aukningu í fjölda ferðamanna á þessu ári og síðan þessa miklu hóteluppbyggingu sem í pípunum. Við meðum að ágjöra því til að mynda á höfuðborgarsvæðinu það 700 herbergja bætast þar við og sagt okkur þetta allt of mikið. En miðað við fjölgun ferðamanna þá vantar inn 140 og eitthvað herbergi til viðbótar við þessi 700 til þess að viðhalda bara sama nýtingarhlutfalli. Þannig að þetta er bara miðað við þessa skýrslu og þær greiningar sem framundan þá þetta bara gott mál og þá þarf bara fleiri. Já, það vantar meiri uppbyggingu sko. En við vörum samt við því sko að svona mikill vöxtur í einni grein þegar hún orðin of umfangsmikil og eitthvað gjaldeyrissköpun og umfangi í hagkerfinu, þá náttúrulega ef kemur skellur á hana, þá það náttúrulega svo mikill skellur fyrir samfélagið allt að við viljum helst, ekki hafa öll eggin í sömu körfunni og við viljum ekki fara í að sama og var árum áður þegar sjávarútvegurinn var aftur 60% eða 70% gjaldeyrisöflun og sveiflurnar komið svolítið í gegnum það sko. Við viljum heldur ekki byggja upp ferðaþjónustu með sama hætti þannig að við þurfum að passa okkur að leggja áherslu á aðra greinar samhliða og þetta sígandi lukk kannski best í þessu. Og við þekkjum það bara sem ferðamenn að ákveðin lönd geta orðið tískufyrirbrigði í ákveðin tíma og þetta svo bara hreinlega úr tísku. Já, algjörlega. Það mörg dæmi það. Já. Og hér náttúrulega líka með bara þetta sambýli við náttúruna sem getur hæglega gert það að verkum. Við náttúrulega eldgos að eiga, ef eldgos kemur upp og þá getur það náttúrulega raskað verulega þessum tekjugrunni og þegar þetta orðið kannski helmingur okkur gjaldeyristekjum og þá það verulegt áfall fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Þannig að, jú, fjárfesta en varlega. Já, basically. Og svolítið líka það sem hún nefndir áðan, sko, við viljum kannski selja bara dýrt. Já. Því að það sem við erum í dag, við erum að fá þessa mikla aukningu og virðist vera að þessi ekkert sérstaklega næmir fyrir því að raungengi krónunnar til að mynda hækki. Og við svona spyrjum okkur að því sko hvort að það væri þá ekki betra að leyfa kannski krónuna eins að styrkjast til þess að þá hala inn fyrir íslenskt þjóðarbú meira af hverjum ferðamanni sem skila sér þá til almennings í formi sko lægra vöruverðs og aukins kaupmáttar og þannig. Já, og líka bara standa straumaði kostnaði því erlendi ferðamenn alltaf nota okkar þjónustu, okkar vegi og náttúru og svo framvegis. Það hlýtur að þurfa að skapa tekjur til að standa strauma þeim kostnaði sem þeim fylgir líka. Já, mikil þörf á því sko. Og það hættulega við það að fylgja ekki eftir þessum vexti með innviðafjárfestingu að þessi massi auglýsir sig sjálfur. Já. Þetta orðið sko nær 1.400.000 manns sko þessu ári og hann auglýsir sig sjálfur í gegnum Instagram og Facebook og Snapchat og hvað sem þetta heitir nú allt saman og
og segir, já, æðislegt í Bláa lóni og æðislegt hér og hvar, sko. Á sama hátt ef eitthvað kemur upp á, sko. Ef við gerum ekki vel í þessu, ef að hér séu bara holóttu vegir og glötuð þjónusta, þá skilar það sér þar út strax og þá sjáum við bara bakslagið. Nákvæmlega, og það getur gerst mjög hratt á rafrænni öld og þannig að það ýmislegt sem þarf að huga að í þessum efnum. Þetta getur verið flókið sérstaklega vegna þess að eins og segir, það er kannski erfitt að segja, já, nú ætlum við öll að fá bara Norðmenn, þeir eyða svo miklu peningum hérna, við ætlum ekki að fá hérna bakpokaferðalangan, en þetta er ekkit endilega einhver sem þú stýrir svo auðvitað. Nei, ekki. En það er líka áhugavert þegar maður horfir í áhrifaþættina, sko, að það virðist vera, sko, eins og ákvarðanir einstaklega flugfélaga. Nú er mikil aukning í fjölda Breta til að mynda. Gríðarleg aukning og það er bara EasyJet ákveður að fljúga hingað, sko. Það er ákvörðun eins flugfélags að bæta við flugferðum til Íslands sem skilar vextinum af stórum hluta og sama hátt náttúrulega ef þeir bara hætta við. Getur það náttúrulega bara valdið bakslagið. Þannig að hluta þessi er bara hreinlega í okkar höndum, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta er reyndar eitthvað sem maður getur talað fram og tilbaka endalaust, en kannski niðurstaðan það er áframhaldandi vöxtur. Það er spurningum hvort að passa að það fari ekki öll leggin í sömu körfuna og vissulega hallar á landsbyggðina í þessu og spurning hvernig samtaka máttu bæði í ferðaþjónustu, einkaaðilum og hinu opinbera muni virka í framtíðinni. Við leysum þetta ekki allavega. Nei. Kærar þakkir fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.